Lárus, hlýtur að vera hundfúll með þetta stig svona miðað við færin og svona ykkar frammistöðu framan af í þessum leik í dag? Já, við áttum vera búin að klára að leikja hálfleik í rauninni og vorum heilt yfir miklu betra liðið á vellinum. Það kom hann smá kafli í seinni hálfleik sem þeir stiga aðeins upp á okkur og við vorum pínu sofandi í vörninni. En jú, við vorum miklu betri og súrt að við skildum ekki að loka þessu leik. Erfiðir leikir auðvitað núna framundan, Víkingur og Stjarnan. Eigið ennþá eftir að vinna allan í fyrstu 3 leikjunum. Hvað svona, bara ef þú horfir aðeins tilbaka á þessa fyrstu 3 leiki, hvað er það sem ykkur vantar til þess að ná að breyta þessum jafnteflum töpum í sigra? Klára þessa leiki bara eins og 8 leikir í dag eins og segir? Í dag þá hefur við bara þurft að nýta færin okkur betur. Bara eitthvað af öllum þessum færin sem við fengum, við þurft að nýta þau bara betur. Annars var þetta heilt yfir bara flottur leikur. Móti Blikum þá var seinni hálfleikurinn mjög flottur. Fyrri hálfleik voru alls ekkert slæmir. Við áttum bara að stíga hærra á Blikana í fyrri hálfleik. Við svona leyfðum að vera alltaf mikið með boltann í fyrri hálfleik. Fyrsti leikurinn þar í fyrri hálfleik þá var þetta svona rólegt að menn að komast í takt. Í seinni hálfleik þá komast við 3-1 yfir og förum að verjast í allt of mikið. Þannig að svona heilt yfir eða lítið við spilamennskuna í þessu fyrstu 3 leikjum þá var hún bara búin að vera mjög fín. Hins vegar eru við bara með 2 stig, þannig að það er svona heldur lítið með hvernig við erum búin að spila. Þannig að núna bara hefst undirbúningur fyrir leikinn móti Víking og það verður mjög spennandi að fara að heimsækja Íslandsmeistarana. Gísli fer út á middur í hálfleik, fékk eitthvað hnjaskana rétt fyrir hálfleikshlaupi. Ertu eitthvað með þetta stöðun á honum? Nei, ég veit ekki hvernig staðan á honum er. Hann snýr svo ökla ekki bara ljós í fyrirmáli hvernig staðan var. Markus skora aftur í dag, byrjar krafta á móti og svona mikið verið rætt og ritað hann, lítur að vera ánægð með hans byrjun á mótinu? Já, Markus er bara búinn mjög flottur og margir sem spiluðu vel hjá okkur í dag. Mér fannst Böddi mjög flottur í vörninni. Við voru kannski ósanngjarnt að pikka einhver leikmenn út hjá mér en ég held ég verði samt að pikka hann Hauk út. Hauk var frábær í þessu leik í dag og hann lítur að vera í liði umferðarinnar eftir þessu umferð því hann var mjög góð bæði sóknarlega og varnarlega. Þú kemst ekki hjá því að ræða að mikið verið talað að Akraneshöllina að sé verið að spila hér. Hvenær heldurðu að fyrsti heimaleikurinn á grasinu verði? Það er næsti leikur móti Stjörnunni, næsti heimaleikur móti Stjörnunni. Og staðan er líka þannig að við viljum spila úti og það getur vantað mikið upp á þannig að grasið hefur verið klárt. Þannig við lögðum það til við KSÍ að þessu leikur er bara hreinlega frestað. Við getum bara að spila hann í byrjun júní þess vegna eða bara næsta opna glugga og KSÍ vildi það ekki þannig við þurftum að fara með hann. Og bara svona eins og segir, bara heilt yfir ánægð með leik þinna manna í dag þótt að færin hafi kannski farið svolítið stöngin út? Já, ég get ekki verið annað. Þú sást leikinn, við vorum miklu betra lið í dag og við eigum leikmenn sem er á leiðinni tilbaka eftir meiðsli þannig að þetta spilalega séð og frammistöðulega séð lítur þetta vel út en við erum í þetta er result business þú ert að ná stigum á töfluna og það hefur ekki gengið alveg nógu vel en það er ekkert panik hérna, það er bara áfram gakk og næstu eru Víkingarnir. Hvernig þið bara komið inn í þann leik? Þetta besta lið landsins og Íslandsmeistarar, það lítur að vera spennandi og svona krefjandi verkefni að fara að mæta þeim núna? Já, það er bara frábært verkefni og þeir eru með mjög öflugt lið og marga mjög góða leikmenn og erfitt að lesa í hverjir að spila hvenær og þannig að þetta, jú, það er krefjandi verkefni en bara hlakka til. Lárus, takk fyrir gangvel.